Komið þið sæl. Hvernig leysum við aftur jöfnur? Við ætlum að rifja það aðeins upp, en kannski áður en við förum í það fyrst við erum búin að vera að vinna dálítið með stæður núna fremst í heftinu. Þá hafið þið rekið ykkur á að svör við því að einfalda stæður geta litið út einhvern veginn svona. X plus 3 eða jafnvel 2x minus 8 eða einhver slíkt. En nú ætlum við að fara að leysa jöfnur og þegar maður leysir jöfnu þá viljum við enda með svar sem lítur út einhvern veginn svona. X er jafnt og einhver tala. Eða ef það eru aðrir bókstafir, A er jafnt og 3,2 einhver slíkt. Við viljum sérst finna hvaða tölu getum við sett inn í staðinn fyrir bókstafinn þannig að dæmið gangi upp og það sé það sama báðum megin. Rifjum þá aðeins upp hvernig við förum að þessu og í hefti númer 1 þá sýndi ég ykkur að þetta er það markmið sem við stefnum að fá öll x-in sem koma fyrir öðrum megin við samansmerkið og allar tölurnar hinum megin. Nú oftast finnst mönnum þægilegt að hafa x-ið hérna vinstra megin en í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að þeir reynið að safna saman öllum tölunum hérna vinstra megin og öllum x-um hægra megin. Gefur alltaf sömu niðurstöðu. En það sem að mér reynist best við að leysa svona jöfnur er einfaldlega að færa bara yfir samansmerkið hérna. Og þið munið að þá þurfum við að passa ykkur því að allt sem færist þarna yfir breytist í andstöðu sína. Því í rauninni ef ég ætla til dæmis að færa hérna mínus 9 yfir þá verður það plus 9. En af hverju, spyr kannski einhver. Og þá er það hin útskýringin sem ég sýndi ykkur í fyrra, eða síðasta hefti, að í raun er ég með svona vogarskál. Ég get litið á það sem er sitt hvorum megin með samansmerkið sem einhver lóð eða hluti á vogarskál. Og ef ég ætla að gera einhvað öðrum megin, þá verði ég að gera nákvæmlega sama hinum megin. Þannig að til þess að losna við þessa 9 hér, þá get ég gert plus 9. Þegar minus 9 plus 9 verður að 0. En ef ég er að bæta einhverju á lóðarskálina hérna hægra megin, þá verði ég að gera það sama hinum megin til að raska ekki jafnvæginu. Þannig að þetta er svona ein leið til að hugsa þetta, en kannski fljótlegra er að sýna þetta eins og ég ætla að sýna almennt þegar ég leysi jöfnur. Það er að ímynda sér að maður færi hlutan yfir og muna bara breyta öllu í andstöðu sína hinum megin. Þannig ég ætla að safna saman öllum x-unum vinstra megin í jöfnunni. Hérna er ég með 8x á réttum stað, ef hægt er að segja svo. Þannig ég ger ekki neitt við það. En þessi 5x hér ætla ég að færa yfir. Og þá breytist það í mínus 5x. Þá er öll x-in komin. Þá sýtir samansmerkið. Og tek núna tölustafina. Og þá þarf ég að passa upp á formerkin. Hérna hægra megin er ég með mínus 9. Sem að færast ekki neitt og er þess vegna áfram mínus 9. Og þessi þristur, ég færi hann yfir. Þá breytist hann í mínus 3. Og núna tek ég saman bara hvað er þetta mörg x hérna vinstra megin. 8x minus 5x eru 3x. Og hvað fæ ég út úr þessu hér? Ég fæ mínus 12. Og lokaskrefið er síðan að finna hvað 1x er mikið. Og þá get ég deilt með 3 hér til að strika út þristinn. Þannig að sjálfsögðu verið þá að deila með 3 hinum megin líka. Og þá fæ ég svar að x er sem sagt mínus 4. Og þá er ég búin að leysa jöfnuna. Og kíkjum á aðra jöfnu sem er kannski örlítið flóknari. Samt ekki. Ef þið fáið jöfnur sem eru lengri og líta út fyrir að vera óleysanlegar, þá eru það nú sjaldnast. Það sem þurfum við að passa ykkur á að gera er að taka bara eitt skref í einu. Nú, það fyrsta sem ég þarf að gera hér er að einfalda jöfnuna. Reyna að losna við sviga og losna við þessi markvöldun og deilingu hér. Og þá fer ég að sjálfsögðu bara gogguna rauðuna sem var fremst í heftinu. Svigar, veldi, markvöldun og deiling, svo plus og mínus.
Nú ef ég gæti reiknað þetta hérna, þá myndi ég byrja að reikna hvað er x plus 8 mikið. En það er ekki hægt. Þannig að það sem ég geri núna er að margfalda bara inn í 7. Þá losna ég við hann. Þess 2 sinnum x eru 2x og 2 sinnum 8 eru 16. Og til þess að fara ekki að ruglast og gera mikið í einu, þá læti ég þetta gott heita í fyrsta skrefi, en skrifa allt annað upp og breytt. Nú það næsta sem við myndum skoða er hvort það var einhver veldi sem við getum reiknað. Og það er ekki. Þannig að nú sný ég mér að margföldun og deilingu, sem er þá annars vegar hér og hins vegar hérna. Og hitt skrifa ég upp og breytt. Þannig að 2x plus 16 minus 5 jafnt og 3 sinnum 2x eru 6x. 8 deilt með 2 eru 4. Og við sjáum núna að jafnan er smá saman farin að verða einfaldari. Og nú er ég tilbúin til að gera það sem ég gerði á síðustu glæri. Ég get sem sagt fara að færa allar tölur öðrum megin og allar bókstafi hinum megin. Ég gæti líka til þess að einfalda þetta aðeins meira, tekið eitt milliskref í viðbót. Það er að segja, tekið þetta hérna saman, áður en ég fer að færa yfir. Þannig ég gæti skrifa hérna 2x og 16 minus 5 eru 11. Hinum megin eru með 6x plus 4. Og þá ætla ég að færa og safna öllu saman, x-unum öðrum megin og tölunum hinum megin. Og ef ég færi x-in hingað, þá enda ég með mínus tölu, því ég fæ 2x mínus 6x, sem er þá mínus 4x. Og það er ekkert hættulegt, en ég gæti líka, ef mér finnst óþægilegt að vera með mínus tölu á x-unum, og þá gæti ég haft x-in hægra megin og fært fyrstin hingað, þegar 2x hingað. En ég ætla bara að halda mig við að hafa x-in hérna vinstra megin. Þannig að ég er með 2x, færi þetta yfir, og það breytist þá í mínus 6x. Hinum megin er ég með fjarkan, sem er bara plus 4. Og svo færi ég plus 11 yfir, og það breytist í mínus 11. Nú út úr þessu fæ ég þá mínus 4x og það eru jafnt og, hvað er það? Mínus 7. Og ef við færum aðeins hérna til hægri á skjánum út af plássleysi, það er að segja ég var komin með þetta næst, hérna mínus 4x er jafnt og mínus 7. Og núna er það eina sem ég eftir að gera, það er að losna við mínus fjarkan frá x-inu. Og það ger ég ef ég deili með mínus 4. Passa ykkur að það er ekki nóg að deila bara með 4. Heldur þarf ég að losna við mínus 4 með að deila með mínus 4. Og þá fæ ég x er jafnt og svo deili ég bara með mínus 4 hægra megin líka. Þá fæ ég að x er jafnt og 1,75. Við sjáum að x er ekkert alltaf bara heiltala 1, 2 eða 3. Þetta getur að líka verið komutala. Ekkert hættulegra fyrir vikið. Og jafnvel ef að þið fáið út brot sem er óendalegt, þá væri kannski nákvæmara að svara bara í almennu broti. Ég get sagt að x er jafnt og 7/4. Þetta væri líka jafngilt svar. En nú er komin tíma á ykkur að prófa þetta sjálf. Takk fyrir mig.